þið sem horfa á fótboltaleiki, hvað mikið gleði þar, það er alltaf á að vera gleði þar og þeir skora mark, en hversu miklu frekar ættum við ekki gleði sem eiga Drottinn? Hversu miklu frekar ætti ekki að vera gleði í húsi Guðs? Og það er það sem ég þrá að sjá og það er það sem ég hef mikið upplifað núna í morgun. Að vera gleði í húsi Guðs. Og Guð elskar það. Og það er einmitt það sem ég hef langað til að tala um þessum dag, er gleði Drottins. Og það er svo gott að eiga hana og það er svo yndislegt að gleðin sem heimurinn er að reyna að gefa eða lifa í, hún er háð alls konar skilyrðum. Ef ég skuldi ekki neitt, ef húsið mitt er fínt, allt er svona, maður sé fyrir svona lista svona hakað í og ef allt þetta er fínt, þá getur nú glaðst í einhverju. En kristin trú og gleðin sem henni fylgir er óþá kringumstæðum. Amen. Það getur verið mikli stormar í lífi okkar, en samt getum átt þessa gleði. Og margir hafa spurt mjög og fleiri gegnum tíðina og eflaust hafið þið líka fengið spurningar. Hvernig getið við svona glöð þegar allt gengur svona illa hjá okkur? Hvernig getið þið átt svona mikið frið þegar allt er í ófriði kringum okkur? Það getum við sagt að því að Kristur býr innan með okkur. Kraftur Guðs er í okkur. Og gleði Drottins, hún svona gera verkum að við erum svona móttækjulegri fyrir Guði. Að leður fyrir að dettum í svona þunga, að þá er eins og að óvinnurinn hafi meiri tök á að koma inn í líf okkar. Af því að þungi er yfirleitt orsök en ekki afleiðing. Það er eitthvað gerst í enn líf okkar þannig að við urðum svona þung. Eitthvað gerst þannig að gleðin sem við höfðum áður er farin. Og þessi orsök og afleiðing er svona eins og gróðastía fyrir óunin að koma með alls konar ranga hugsanir inn í líf okkar. Og hann reynir að þreyta okkur og gefa okkur þung. Og rangar hugsanir vil ég meina að það er svona eins og farvegur syndarinnar. Og við höfum öll lent í því að synga og við getum mögulega saman það að áður en við framkvæmum þessa tilteknu synd, hugsaum þetta án það gerðist, það átti sér stað svona ákveðið ferli. Menn sem hafa haldið fram með konum sínum, þegar sagt að þetta bara byrja ekki bara allt í einu. Það byrja hérna. Hægt og hægt fór að mótast eitthvað ferli og alla viðurna bjöllur hringdu en það voru hunsaðar. Þannig að rangar hugsanir eru svona eins og farvegur syndar. Og það þarf ekki endilega að vera að sé þetta getur eitt dæmi og líka getur annað dæmi að við höfum ranga mynd á okkur, ranga hugsun hverju við erum með Guði. Að við getum bara, okkur getur liðið þannig að við séum einskis nýt og Guð elskar okkur ekki neitt og fyrst hann elskar okkur ekki lengur þá er allt til að synga. Svona getur við lent í eins og í gildru syndarinnar. Og alveg svo þegar höggormurinn taldi Evu og Eva og sagði við Evu, sagði Guð virkilega þetta? Var það Guð sem sagði þetta við þig? Sko, ef þú borðar þetta, þá bara verður þú eins og Guð. Og hvaða trúarbrögð finnum við í þeim gera? Hindúsma. Hindúsmi segir að maðurinn er Guð. Og þannig sjáum að þetta á sig langa forsögu. Eva syngaði og Adam beiti henni ávöxt líka og þeir földu sig. Og svo segir Biblían að Guð var á gangi í kvöldsvalanum. Og hann sagði, Adam, hvað ertu? Ég trúi því að Guð hefði vitað það að þau hefði syndgað. En samt vildi hann eða samfélag við þau. Og þetta er svo Guð sem við þjónum og tilheyrum. Að við erum breisk og við gerum margt rangt, en að vita hver Guð er. Það að vita það að ef við föllum í synd eða gerum eitthvað rangt,
Það þurfum ekki að fela okkur bak við runna. Við getum komið til Guðs. Játa syndir okkar. Þá segir Biblían að hann tekur það burtu. Hreinsar okkur af allri synd. Öllu óréttlæti. Og þess vegna er svo mikið að þess vegna segir til minns Nehemía þegar hann var að byggja vegginn. Það er dálítið þreyttur á öllu þessu vesinu þar. Hann sagði, gleði Drottins er minn lífs skjöldur. Gleðin er lífs skjöldur. Hún er lífs skjöldur og hjálpa okkur til að vera á réttum vegi. Hjálpa okkur til að forðast farveg syndarinnar. Hjálpa okkur til að forðast að hugsa rangt ef við eigum gleði í hjartanu. Þá kringumstæðan. Skiptir ekki máli hvað mikinn að banka. Skiptir ekki máli hvernig þína ytri kringumstæður eru. Ef það gleði Drottins í hjarta. Það er það sem öllu máli skiptir. Og sem sé, ef maður horfir á gleðina eins og svo horfir maður á skömm og sekt og svona reiði hinum megin. Maður sé þetta svona eins og tvær andstæður. Að þegar maður átt þegar maður fer að hugsa það að Guð elskar mann ekki lengur og maður er ekki nógu góður fyrir Guð og þegar maður fer að reyna að vinna sér einhver leið til Guðs aftur, gjörsamlega búin að missa sjónar af kærleika Guðs, að þá enda með því að við erum bara reið. Það bara virkar ekki, gengur ekki. Og þá er næsta skref að fara út af veginum. Og það er sagt eins og lögmáli sé gott að lögmál án náðar lokar þið inni. En náðin er eins og lykill. Ekki til að synga upp á náðina, heldur til að opna fyrir þér og segja að það er leið út úr þessu. Lögmáli bendir á að það sem við gerðum var rangt. En náðin hjálpar til að komast út úr því. Náðu Guðs, segir Páll apóstoli, náðu Guðs nægir mér. Og það er þetta yndislega orð og mér langar til að lesa aðeins í sálmi í orðskvöðunum í orðskvöðunum 17:22. Það segir glatt hjarta veitir góða heilsubót. Glatt hjarta veitir góða heilsubót en dapurt geð skræli beinin. Og ég hef verið aðeins að glugga í bók sem heitir Who Shut Your Brain Off með konu sem heitir Carol Leaf og þar talar hann að hvernig neikvæðar hugsanir hafa bara svona frá sjónarhorni læknisfræðinnar slæm áhrif á líkamann. Það tala að einskonar toxic thoughts og þetta er vel þekkt innan læknisfræðinnar að sé neikvæðar hugsanir þær heilin fyrir að senda svona eiturefni inn í líkamann. Og sjáu ég nú löngu undan þá Guðmund allt í sín hendi. Salmón segir og Guð segir glatt hjarta veitir góða heilsubót en dapurt geð skrælir beinin. Og þess vegna getum við ákveðið í dag og bara verið glöð. Ákveðið bara hverjum degi þegar við vöknum. Og ég er fann að gera núna nýlega. Ég er fann að þakka Guði fyrir hver dag. Ég segi Drottinn, takk fyrir þennan góða dag sem þú gefur mér. Takk fyrir það að mér munum vel vegna í dag. Og þetta er líka ákveðnu fórn, á svona gleði fórn. Við vorum að lofa Guð áðan og það er lofgjörða fórn til Drottins. Að taka af skarið. Stundum þegar ég kemur að samkomu þá þeir ég oft bara svona eins og að taka ákvörðun. Það er kannski endilega allt í mig sem vill og Guð. Ég kannski hugsa 150 aðra hluti og hugurinn og hinga og þangað. Svo það ég bara að stilla mig af. Núlstilla mig og sagði nei, nú ætla ég að láta þetta eiga sig. Nú ætla ég að lofa Guð. Þá finn ég bara fyrir nærvera Guðs. Stundum er við þessu upptenging hvað söngu maður syngja og hvað maður gera. Jú, auðvitað þarf að skoða það líka. En aðalættir er hjartað. Hvað er í hjarta manns? Og ég staði mig ofta því og ég þurfti að biðja Guð margótt fyrirgefningar af því að vera á röngu sami hjarta. Og þá skiptir ekki máli hversu flott lofkjörn er og hversu margir gítar er í gangi. Ef hjarta mitt er á röngu stað, þá næ ég bara ekki sambandi við Guð.
og talandi að vera í erfum aðstæðum að lofa Guð, þá var Páll og Sílas í fangelsunni. Við getum sagt að hafa nú svona frekar erfiða aðstæður til að lofa Guð og vera glaður. En hvað segir Biblían? Þeir lofa Drottinn. Og ég sé fyrir mig að því þeir voru bundnir á höndum og fótum, eða meðan hlekkjaðir, þá bara slóðu takt og lofa Drottinn. Og hvað gerist? Húsið hristist og fangelstyrna opnuðust. Og þetta margir hafa upplifað þetta þegar þeir fara að lofa Drottinn. Og þótt þessi ekkert í þeim, engin tilfinningi sem segir, mér langar svo að lofa Guð, þá bara byrja þeir. Og þá opnast andlegu fangelsisdyr lífsins, hugans. Og allt inni sérðu þetta fjall sem var fyrir fram að þig. Það bara orðið að einhverjum hól. Glatt hjarta veitir góða heilsubót, en dapurt skeð skrælir beinin. Og Muhammad Ali, hann sagði eitt sinn, sá frægi boksari, óklifin fjöll framundan, buga þig ekki, heldur steinumalinn í skónum þínum. Hverju kannast ekki að hafa ekki stein í skóin? Óþolandi alveg. Þú ert að labba hérna og þú alltaf farið eitthvað stein í skóin og þú getur alltaf gengið, pínulít stein. Við þannig svona pínulít stein. Og hann alveg að pirra rosalega mikið. Og svo stundu vilt ekki stoppa til að taka nú skónum með þér og heldur áfram og enda með því að þú ákveður að stoppa nú og taka nú úr skónum. Og þá gengur þetta mikið betur. Lítið steinumala. Ég var að hugsa um þetta þegar sá þennan orðskveð, þegar sá þessu orða, stundum syndin eins og þessi steinumala í skónum okkar. Við erum að ganga með Guði. Og það einhver óuppgerð synd, einhver ófyrirgefning, eitthvað annað. Eitthvað sem hefur slökkt gleðin í líf okkar. Við höfum við særð í vinnunni, eða kirkjunni, eða annar staðar. Og þessi steinumala, hún til staðar. Og í staðan fyrir að koma fram fyrir Guð og segja, Guð, fyrirgeð mér, ég bara fyrirgeð bræður mínum og ég bara blessa þá eða systir mínum. Nei, þá heldur bara fram gangum með þessa steinumölu. Og þið vitið eins og með steinumölu þá er þetta svolítið pirrandi að hafa þetta í skónum. Þetta fyrir að megi það fótinn og þetta ef voru lengi að geta komið bara bladra á fótinn undir það ylna í staðan fyrir að fjalla þetta. Og þannig það með syndina. Hún veldur blöðrum, hún veldur sársauka, andlegum sársauka. Og þess vegna er svo gott að koma fram fyrir Guð, eins og segir í 1. Jóhannsbrefi 1:9. Já, ef við syndum, getum komið til hans, játa syndir vorar. Hann mun fyrirgefa okkur, að því hann er trúr og réttlátur. En það okkar að koma til hans. Og stundum stoltið sem heldur okkur með þessa steinvölu skólum. Við erum haltbrandi með þeim kannski mörg ár með þetta. Staðan bara fyrir að bara segja Drottinn, ég hættur í svona steinvölu business. Hættur að standa í þessu. Ég ætla bara að koma fram fyrir þig, Drottinn. Og ég ætla bara að gefa þetta allt til þín. Og við upplifum svona, gennum tíðina og gennum Biblíuna, það sjáum við hvernig menn glöddu sig Guði. Það segir einu stað í Biblíunni, hrestu sig í Drottni. Við hrestu sig í Guði. Og þannig held ég að gleðin sé svona eins og olía, sem Guð gefa okkur, svona hressingar olía. Og því meira sem við lesum í Biblíunni og því meira sem við gerum það, því meira sem ég fær Biblían og orða mót okkur. Ég hef verið að keyra rútur svolítið helgar og búin að vera langi vinnudag hjá manni og síðasta laugardag þá var þetta 15 tíma vinnudagur og ég kom inn á bækistöðuna aftur og var svona svolítið þreyttur og var að kíkja svona yfir bílina því að bílstjórarnir þeir eiga nú að fría bílana og ganga frá þeim og ég svona, já, það nú bara allt í lagi með bílinn. Jú, hvað ekki bara allt í lagi? Þá svara orðið mér og sagði, geri allt eins og Drottinn ætti hlut. Ok, hvað skúrinn? Hvað kústurinn? Og þannig svara orðið mér. Og þess vegna svo gott að dvelja í orði Guðs, eins og segir í Hebreabréfinu 4:12, orð Guðs beittar hverju tvíeggjur sverði. Það smígur inn innstu, fylsni, andar, sálar, liðamótar og merkjar. Og dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Það sker í burtu.
það bendir á steinin í skóninum, segir fyrir ekki Stefán minn, ætlar að hana stein lengi hann, eða eitthvað annað, eða eins og þið ætlar að sleppa við að þrýja bílun og ganga frá þessu vel, þá það bendir Guð mig á þetta. Hann segir, gerðu allt eins og ég ætti hlut, hvað sem ég gerði, í orði og verki. Og ekki var ég hræddur við þetta, heldur var þetta gott. Ég fann bara hvernig svona friður Guðs kom yfir mig. Og þannig er svo gott að eiga samfélag við Drottinn. Svo er sagt líka einu stað, ég heyrði allan sagt að 17 hlátursgusur, maður svona skellur upp úr, séu á við 10 mínútur á bretti, göngubretti. Og þau ekki að selja að dýrin geti það, en ég allan að heyrta að menni það fengi bara ágætis reisti við að hlæja. Það er gott að hlæja. Og hláturinn, að það er sagt að hláturinn færi meira súrefni til hjarta og heila. Það er gott að hlæja. Og hvað segir orðið? Glatt hjarta, veitir góða heilsbót. Guð er með allt á hreinu. Og svo segir í Sálmi 16, vers 11. Sálmur 16, vers 11. Og það segir og það er svo gott líka eins og segir annar stað, ég ætla að lesa þetta fyrst. Sálmur 16, vers 11. Kunnan gjörðu þú mig veg lífsins, gleði nótt er fyrir augliti þínu, indi í hægri hendi þína eilífu. Svo undan segir ég lofa Drottinn er ráð mig hefur gefið, þetta er frá versi 7. Jafnvel nætur er ég ámyndur hið innra. Ég hef Drottinn æti fyrir augunum, þegar hann er myndið hægri handar, skrina mér ekki fótur. Fyrir því fagnar hjarta mitt, og sál minn gleðst, og líka með minn hvílist í friði, því þú ofurselur helju eigi líf mitt. Leyfir eigi að þeim trúaði sjá gröfuna. Svo segir hann, kunnan gjörðu þú mig veg lífsins, gleði nótt er fyrir augliti þínu, indi í hægri hönd þinni að eilífu. Þannig að til að draga það saman, hvernig getum við átt gleði Guðs? Í fyrsta lagi er það eiga samfélag við hann, tala við hann, gefa okkur tíma í dagsins önn. Kannski einhvern einu sem segir, já, veistu að ég bara, já, þetta er alveg rétt, og kannski upplýður svona einhver dæmda, en Guð dæmir ekki. Ég er ekki að segja þetta til að dæmi okkur, og við höfum öll þetta svona í svo baráttu dagsdalega að finna tíma til að lesa og biðja. En því meira sem við gerum það, því meira fáum við vaksa. Og Guð, hann elskar okkur eins og við erum. En það er mikil blessun fólkin því að fá að lesa orðið og fá að íhuga orðið, fá að tala við hann. Og bænin, hún er ekki bara eintal. Stundum er það þannig mig þegar ég hlýta með eitthvað, þá bara biður Guðs og amen og svo bara farin út. En stundum, og það er alltaf þannig að þegar við tölum við Guð, þá maður býða til hvað segir við okkur. Hvað veit Guð segja við mig í dag? Og ég upplega svo ofta tíma það að ég hef bara hætt þessu stressi, gefið mig tíma til að tala við hann og til að hlusta á hann. Þá hefur hann talað til mín og virkilega svara því sem ég var að berist við. Og þá hefði þessi gleði koma ný. Og gleðin var aðeins fann að minnka, pókin var aðeins fann að vera svona léttari, gleðipókin, en svo kemur gleðin ný. Og þannig að, og svo segir í Rómarbréfinu 12:2 að þetta er svona ákveðin punktar sem er náttúrulega til að halda þess að sönnu gleði. Ég er ekki að tala með að hafa eitthvað svona þykistu gleði, Rómans 12:2, Rómarbréfinu 12:2, að Páll, hann segir við Rómverjamenn, hann segir orðinu sem ég ætla að hafa breytt eftir, að það segir í versi 1 bara frá versi 1: því brýni yður bræður að þér vegna miskunnar Guðs bjóðið fram sjálfa yður að lifandi, heilari, Guði þóknanlegu fórn. Það er sönn og rétt Guðstyrkuna af yður hendi. Svo segir hann, hegði yður eigi eftir öll þessari, heldur takið háttaskiptum með endurnýjun hugarfarsins, svo við fáum að reyna, svo þið fá að reyna
hver sé vilji Guðs í góða, fagra og fullkomna. Svo þið fá að reyna. Ekki að Guð sé grimmur maður upp á himnunum eða Guð, heldur hann sé hann er góður Guð. Jú, hann er réttlátur, hann er heilagur og líður ekki neina vitleysu, en hann er líka góður Guð. Hann elskar okkur og sagan týnda soninn sem ég er gott að segja frá í Lúkas á Guðspjalli 15. kafla. Eflaust hafið heyrt þessa sögu mjög oft manninn, soninn sem fór að heiman, sólundaði öllum í sínum eigum og gyðingurinn, hann var að fann að vinna meðal svína. Og ekki nóg með að var að vinna meðal svína, hann íhugaði að fara að borða það sem svína borðuðu. Og fyrir gyðing, það gast ekki fara mikið neðari en þetta. Hann var komin á botnin. Og hann hugsaði með sér, bara ef ég fæ að koma til Guðs að ný. Bara ef ég fæ að koma til föður míns, þó ekki sem sonur, heldur sem verkamaður. Það á ég þó í mig og á. En hvað segir Biblían? Að meðan hann var enn átti langa leið heim til sín, sá faðir hans hann. Og þegar faðir hans sá hann, hvað gerði hann þá? Hann slátraði alikálunum, flottast á kjötunu sem hann átti til, besta gripnum fyrir son sinn. Hann slátraði honum fyrir son sinn, sem var týndur og nú var hann fundinn. Og þegar einhver spurði akkur þetta slátra flottasta nautinu eða flottasta dýrunu, þá var svarið þetta, að því að sonur minn, hann sem var týndur er fundinn. Og kannski eftir í dag og gleði drottins er ekki lengur part af þín lífi. Þú hefur bara mist hana í til dagsins. Þá er Guð stendur með opinn faðminn og býður eftir því að þú snúi við. Týndi sonur hann sneri við. Hann tók háttaskiptum. Hann sneri við. Fór tilbaka aftur. Og eins getur þú gert í dag. Þú sem upplifir svona að gleðin, hún er farin úr þín lífi. Upplifir svona þreytu í trúarlífinu. Upplifir svona að hlutin er ekki að ganga eins og þú vilt að gangi. Þá vil Guð koma og mæta þér. Hann vil taka mótur að ný. Taka frá þér skömmina og allt það sem þú ert búin að berjast við. Og hann vil gefa þér sín frið. Gefa þér sína gleði og sína þér hversu mikið hann elskar þig. Og hver dagur, eins og Páll segir, er svo allans og nú dætti ég sambandinn afsakið. Það segir í Biblíunni allana að taka kross okkar upp og fylgja Jesú. Og hvern degi þá tökum kross okkar Jesús og segir þetta, að hver sem vil fylgja mér, hann takir krossin daglega og fylgir mér. Hver dagur er ákvörðun, hver dagur er nýr dagur. Og ef við gerum þetta, þá eigum við gleði drottins. Við dveljum í orði Guðs, leyfum Guði að eiga við okkur. Þannig höfum við glatt hjarta og við vitum hver við erum með Guði. Við vitum hann okkar himneski faðir, okkar Abba faðir, sem elskar okkur svo mikið. Hann var tilbúinn til að gefa sinn eingetna son til þess að geta átt samfélag okkar nýju. Það segir í Biblíunni að tjaldið rifnaði, fortjaldið, sem hafði verið aðskilið milli Guðs og manna. Og svo segir í Hebreubréfinu að við með djörfung ganga inn í allra helgasta. Og vitið hvað það er að finna? Það er gleðin að finna. Það er friðurinn. Við getum með djörfung, bræður, og ég segi sístu líka, öll sem eitt, gengið inn í allra helgasta og fengið að upplega gleði drottins. Og þegar einhver spyr okkur er þið svona glöð? Það er sagt að því að gleði drottins okkar hlýfur skjöldur. Það hlýfur okkur fyrir erfiðleikunum. Eða hlýfur okkur fyrir því að við hugsum rangt. Guð hefur ekki lofað okkur lífi án erfiðleika, en Guð lofað okkur því að vera með mitt í erfiðleikunum. Og ég oft fengið að reyna þetta. Ég ætla að fara að gera eitthvað sjálfur í einn krafti. Þá eins og ég skal fara að klífa 2 esjur. Og svo kemur Guð í málið. Þá er það bara eins og að fara upp á miðnistegi. Mjög lítið mál.
labba þá heiðina miðað við Esjuna. Þannig að Guð er góður og ég ætla ekki að hafa þetta lengra en ég er tilbúinn til að biðja fyrir ykkur ef þið upplýðu svona ykkur að vanta gleðina, það getur komið fram eða hvað annað sem þið hafið óskur við getum biðja fyrir ykkur hérna og Guð elskar ykkur svo mikið og við ætlum að enda samkomuna